Þakka þér fyrir. Já, þetta er svona gæluverkefni hjá mér að skrá sögu landsins. Þó ég sé nú afskaplega vanmegnugur til þess að gera það, þá hef ég gert mér grein fyrir því að það þurfi að gera þetta með mjög skipulegum hætti og það sé nauðsynlegt að ríkið taki þar ábyrgð sína í þessu máli. Nú, Ísland er frábrugðið öðrum löndum í heiminum. Það er vegna þess að það er stærsta úthafseyja heimsins. Það er sem sagt hluti af hafsbotninum og það er engin annar svona stór hluti af hafsbotninum sem stendur upp fyrir sjávarmál. Ástæðan fyrir því að það stendur upp fyrir sjávarmál er að það er svo merkilega tilviljun að ofan eða undir miðhafshrygg sem að lyftir sjávarbotninum 2 kílómetra eða svo er möttulstrókur sem lyftir sjávarbotninum aðra 2 kílómetra. Og þess vegna stendur þessi flekkur upp úr sjó sem er þó hluti á hafsbotninum. Og það er allt annars eðlis. Ísland er allt annars eðlis heldur en önnur lönd heimsins. Það er oft verið að tala að Ísland sé sérstakt. Það er ekki bábilja. Það er raunverulega þá er Ísland allt öðruvísi en önnur lönd. Það sem fylgir þessu er meðal annars að jarðskorpan er þyngri hérna og hún er veikari, lélegra berg í landinu og jarðskorpan er þunn og þetta verður til þess að landið breytist það bil 100-falt hraðar heldur en önnur lönd heimsins, heldur en meginlöndin sérstaklega. Og eldgos eru hérna tíðar og fjölbreyttari heldur en annars staðar og þegar að maður horfir á útkjálka landsins þá gerir maður sér kannski grein fyrir því að hafið á ótrúlega létt með að brjóta niður landið. Það brotnar á vísu mun hraðar frá hliðunum heldur ofanfrá sem við sjáum á þessum björgum, en engu að síður þá veðrast landið mjög ört ofanfrá líka. Því að bergið íslenska er tiltölulega auðleysanlegt miðað við berg annars staðar í heiminum. Og landið er að gliðna vegna þess að það er hluti af miðhafshryggnum og það rís og hnígur á mismunandi stöðum og það misgengur, eins og við sjáum hérna mjög greinilega á þessari mynd. Það sem að beitist hvað örast á landinu eru þó jöklarnir. Fyrir 15.000 árum það þaktu jöklar algjörlega landið. En síðan 7.000 árum seinna þá voru nánast allir jöklar horfnir á landinu og síðan hafði þeir birst aftur og núna eru þeir á förum. Jökulhlaup setja stórkostlegt mark á landið og meðal annars þá er talið að Jökulsárgljúfur hafi verið grafinn á örfáum dögum í hlaupi eða hlaupum kannski, einhver örfáum og sömuleiðis Ásbyrgi. Og það er ekki bara þessi hlaup þau grafi landið, heldur setja þeir af sér einhvers staðar þetta óheyrilega efni sem þau vera með sér og það er svo að vatn hefur 11-faldan burðarmátt á meðan það er undir jöklinum á við það sem það gerir þegar það kemur undan jökli, þannig að það setur af sér aurinn eiginlegum leið, stórum dráttum og það kemur undan jöklinum og síðan smám saman meira eftir því sem það nálgast sjóinn en mikið fer út í sjó eftir sem áður.
eins og við sjáum hérna í hlaupi þar sem að það byggðist út 800 metra langur tangi undan einum ósnum í hlaupinu 1996. Til þess að nefna nokkur atriði hversu ört landið breytist, þá urðu á 20. öld, ef við tölum bara hana, þá urðu 30 eldgos á landinu. Og það urðu það bil 10 stór jökulhlaup og 5 miklir jarðskjálftar eða svo. Eldgosin eru ýmsum toga, bæði svona sprungugos og svo gos í megineldstöðvum eða eldkeilum, og jökulhlaupin þau þöktu meðal annars jökulhlaupin 1996 þakti 750 ferkílómetra af Skeiðarársandi á meðan það var í hámarki. Landskjálftarnir skilja eftir sig stórkostlegar breytingar sem menn gera sér ekki almennilega grein fyrir en að það er hægt að mæla landið skilmerkilega og sjá breytingarna fyrir og eftir. Jökulár taka miklum breytingum og meðal annars má nefna Skeiðará sem á venjulegum sumardegi var nokkurn veginn land á milli hérna í farvegi sínum undir Skeiðarábrú, lengstu brú á landinu. En endurum og sinnum þá kom gangur í jökulinn og þá flutti áin sig á annan stað, þannig að farvegurinn var næstum þurr eins og í 1991. Og svo í hlaupum þá nær áin langt út fyrir bakka sína og hérna í þessu merka hlaupi fyrir 18 árum þá brotnuðu það bil 200 metrar af brúnni hérna á austanverði, Skeiðarábrú. Nú fyrir 5 árum þá kvaddi Skeiðará þennan farveg og flutti sig bara yfir í næsta farveg til Gígjukvíslar og hefur ekki sést aftur þarna undir brúnni og mun ekki sjást nema eitthvað stórkostlegt gerist í sögu landsins. Og þetta mynd eftir Ragnar Axelsson sem ég fengið að láni. En dæmið það hvað myndir getur verið nothæfar í ýmsu samhengi. Önnur á sem að var hérna nokkru austar í Stemma, rann út úr Stemmulóni, þangað til árið 1990, þá rofnaði haftið hérna milli lónanna og Stemma hefur runnið síðan í gegnum Jökulsár ós til sjávar. Það eru fjölmörg dæmi að ár hafi flutt sig svona á milli. Hér svið mjög merkilegra sögu. Hér fallega græn flesja sem heitir brunasandur. Og ástæðan fyrir því að fyrir 1783 þá rann Hverfisfljót hérna niður og þetta bara aurkeila Hverfisfljóts eins og það var fyrir Skaftárelda. Síðan kom Skaftáreldarhraun og ýtti Hverfisfljóti hérna austur fyrir sig og þá fór sandurinn að gróa upp og 40 árum það bil eftir að hraunið rann þá var farið að byggja hérna upp þessa sveit og hún heitir nú Brunasandur. Og eru þar nokkrir bæir að vísu flestir orðin eyðibýli. En þetta olli því að núna hefur Hverfisfljót, Brunná og Djúpá og Núpsvötn þurft að flytja sig í þetta mjóa bil sem á milli Skeiðarársands sem feiknarlega mikil aurkeila og Brunasands sem önnur vísu miklu minni aurkeila og það veldur því að þessi 4 vötn þau bera fram óheyrlegan aur á þetta svæði og valda miklum búsífum þeim sem búa næst hérna ofar í Fljótshverfinu. Jöklarnir hafa minnkað að meðaltali á síðustu öld 10% eða svo og sumir hafa horfið alveg
hérna sýnir rauða línan hvar útlínur Okjökuls voru fyrir aldamótin 1900, græna línan hvar þau voru aldamótin 2000 og 2012 var það orðið þessi flekkur, 0,7 ferkilometrar, en þetta er 15 ferkilometrar, þetta rauða, græna er 4 og núna er jökullinn hættur að vera jökull. Hér er náttúrulega eitt dramatískast svæði landsins þessar mundir. Það er Eyjafjallajökull með Gígjökli sem gengur norður úr honum og þar var lónið 1992 síminnkandi, jökullinn gekk fram þær mundir. En 15 árum eftir að þessi mynd var tekin þá jökullinn, hefur hann hörfað alveg hreint upp að Brekkurótum og lónið orðið 5-falt stærri en það var og það hélt maður að myndi verða langan tíma. En í einu vetfangi 14. apríl 2010 þá fylltist þetta lón af aur. Og ekki bara að það fylltist, heldur aurinn hérna upp frá það bil 50 metrum hærri heldur en vatnsborðið var fyrir hlaupin. Skriður falla á öllum öldum, hvarvetnarblandið og setja talsvert merk á það og sömuleiðis snjóflóð sem falla ennþá oftar og skilja eftir sig mikla breytingar þó að það séu sjaldan á hinu fasta bergi en á lífríkinu og breytingar á árfarvegum og ýmislegt fleira sem getur orðið að þeirra völdum. Mennirnir eru líka duglegir við að breyta landinu og þá það bæði byggingar sem eru augljóst náttúrulega á þéttbýlisstöðum, flugvöllur og svo vegur sem gengur þvert yfir fjörðinn eða vegir og sem hafa bara mikil áhrif þannig að allt þetta hefur svo mikil áhrif að það myndi breyta kortum varanlega. Hér einhver fallegasti staður á landinu að mér finnst, Hjarðarbólsoddi við Kolgrafafjörð, hann kallast á við Berserkjaeyri handan fjarðar. En þessu nú öðruvísi fyrirkomið, það búið að gera brú yfir fjörðinn og hann fylgir ekki einu sinni fallegum bógum landsins, vegurinn sem liggur að brúnni og oddinn ekki lengur svo eins hvassun og hann var og hér hins vegar mikið af dauðri síld, þetta í Kolgrafafirði. Það ótrúlegt hvað svona lítil þjóð getur breytt miklu ásýnd landsins. Eins og þetta lítur út fyrir eins og námasvæði í Kína finnst mér frekar heldur en íslenska kringumstæður. Stór fallvatn var flutt á milli vatnasviða og síðan myndaðist þarna lón sem eitt af stærstu stöðuvatnum landsins og hér annað lón sem Hágöngulón í Köldukvísl og þetta eru náttúrulega geysilega breytingar á landinu og maðurinn hefur alveg ótrúlega getu til þess að breyta þessar ásýnd. Nú, það var á sínum tíma skilgreind stefna hjá Landmælingum Íslands að taka loftmyndir af öllu landinu, af þéttbýli á 3 ára fresti, af dreifbýli á 5 ára fresti og af óbyggðum á 10 ára fresti. Og þessi stefna var svona viðhöfð, kannski, ég veit ekki hvort að menn gátt alveg staðið við hana, en við sjáum það hérna að það eru stóri flekkir á landinu sem voru ljósmyndaðir árið 1994 og allir þéttbýlisstaðir sérstaklega, meira eða minna, eða margir þéttbýlisstaðir. Síðan var á síðasta áratug 20. aldar talið óþarfi að ríkið væri að
taka loftmyndir því að það verður til fyrirtæki á einkamarkaði sem að segja þetta og gott og vel, en þá hætti bara ríkið að sjá þessa merkilegu skráningu á sögu landsins. Sigurður Blöndal skógavörður, hann skrifaði í skógræktarritið á sínum tíma eða hann óskaði Landmælingu til hamingju með þá gæfu að hafa skráð sögu Hallormsstaðaskógar svo vel sem raun bar vitni. Nú enginn sem hefur það hlutverk lengur að skrá sögu Hallormsstaðaskógar eða nokkurs annars á landinu og það vantar sem sagt vettvang fyrir þetta. Menn skráðu reyndar sögu landsins hér áður fyrr með örnefnum að nokkru leyti og með kortum og hér eitt elsta kort sem við höfum af Mýrdalsjökli og Skólajökli, sennilega eftir Guðbrand biskup frá 1570. Síðan annað kort sem rúmlega 100 árum yngra eftir Magnús Einarsson ef að líkum lætur, ritara Árna Magnússonar. Hér Eyjafjallajökull, Mýrdalsjökull og Skólajökull. Skemmtileg framsetning á þeirra tíma mælikvarða og síðan kemur Sveinn Pálsson, tæplega 100 árum seinna, teikna sitt kort af jöklinum og síðan Þorvaldur Thoroddsen sem setur þetta á jarðfræðikortið sitt. Öll þessi kort nokkuð fjarri því að vera rétt mynd af eins og við þekkjum af jöklinum en segja sína sögu engu að síður. Land, þjóð og tunga, þrenning, sönn og ein, orti Snorri Hjartarson og hefur þjóðin sjaldan tekið jafn innilega undir með sínu skáldi. Þjóðin á sér, eða saga þjóðarinnar vistuð á Þjóðminjasafni, Þjóðskjalasafni og ýmsum öðrum stöðum. Saga tungunnar vistuð á Árnastofnun Árna Magnússonar, en saga landsins á sér engan samastað. Og hún má þó teljast með vissu mjög merkileg á heimsvísu, saga þessa lands. En ég hef nú oft velt því fyrir mér hver ætti að vista þessa sögu, að einhverju leyti átti það að vera á Landmælingum Íslands. Því hefur verið vísað frá þeirri stofnun með þessum aðgerðum að þeir sjá ekki lengur að ljósmynda landið. Þá hef ég átt samtal við Landsbókavörð, reyndar 2, sem tóku nú misjafnlega í það að stofna deild á Landsbókasafni sem vistaði þessa sögu, sem sagt ljósmyndir af landinu. Það ég hef frétt af gömlum austurískum jarðfræðingi á tíræðisaldri sem að koma máli við einhvern Íslending, ég man ekki hver það var, og sagði, sko, ég á 100 ljósmynda frá Íslandi frá 1930 og eitthvað. Og ekkert af mínum afkomendum vill sjá þetta. Hvað á ég að gera við þetta? Hefði hann getað sent þetta safn til Íslands og einhver tekið við því hérna? Það ekkert á vísan að róa með það. Ég sjálfur með svolítið safn sem að von Bemelen, hollenskur jarðfræðingur, tók 1952-5 og ég veit ekki hvert ég á að fara með það. Hver myndi vista þessi gögn? Nú farið að taka gervitunglamyndir af öllum heiminum og Ísland ekki undanskilið og á 8. áratug síðustu aldar þá komu fram stórkostlega myndir af landinu, meðal annars þessi, sem sýndi mönnum fram á að Bárðarbunga raunverulega askja. Það var ekki fyrir 1973 sem menn áttuðu sig á því.
Þeir höfðu bara ekki komist nógu langt frá landinu til þess að sjá hvers eðlis Bárðarbunga var. Við höfum orðið áþreifanlega vör við eðli hennar núna, þessa dagana. Og núna eru sumar af þessum myndum sem ollu byltingu í jarðfræði rannsóknum á 8. áratugnum. Þær eru ekki til í upprunalegri mynd, sennilega. Þeim hefur bara verið kastað fyrir róða, sumum af þeim. Og þá spyr maður, hver á að bera ábyrgð á því að svona gögn, heimildir, séu varðveittar? Er einhver annar en Íslendingar sem getur tekið að sér að varðveita sögu Íslands? Þeir geta sagt náttúrulega hjá NASA, eða US Geological Survey að þið getið náttúrulega komið og sótt þetta til okkar. Við eigum talsvert af því, en þeir geyma þetta svo lengi. Sumt af því hefur farist með einhverju móti. Stafræn gögn tapast. Það tiltölulega einfalt lögmál. En sem komið að minnsta kosti. Og það tapast náttúrulega öll gögn fyrir rest. En mér finnst að ríkisvaldið þurfi að taka þessa ábyrgð alvarlega og sjá til þess að allar landbreytingar verði skráðar skilmerkilega með ljósmyndun. Gervitunglamyndun ágætt til síns brúks, en ég held að það þurfi að gera það bara með ljósmyndun. Ég get ekki ímyndað mér annað en að það sé orðið miklu ódýrara að gera það núna heldur en var á 7., 7. og 8. áratugnum þegar Íslendingar töldu sér fært að gera þetta. Að það sé ekki raunverulegur sparnaður af því að hætta að skrá þessa sögu með skipulegum hætti. Og þá vil ég sérstaklega að það sé skráð þeir hlutar landsins sem að áætlað er að breyta af mannavöldum. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, fróðlegt gott erindi. Eflaust margar spurningar, orðið laust. Gefið mér merki og ég kem með hljóðnemann til ykkar. Magnús Guðmundsson heiti ég. Ég get upplýst að þessar loftmyndir, gervitunglamyndir frá 1972, aðalega 3 og til 79, þær eru varðveittar hérna hjá Náttúrufræðistofnun sem fékk hvorutveggja myndir og filmur af þessu. Ef ég man rétt að þá skrifaði Sigurður Þórarinsson með öðrum grein þessa öskju og lýsti þessu fyrirbrigði á sínum tíma í náttúrufræðinum. Varðandi geymslu og varðveislu, hvar ætti að geyma svona myndir, þennan arf, lýsingu á landinu, þá eru reyndar til söfn sem sjá þetta. Það Þjóðminjasafnið sem með gífurlega mikla og stóra ljósmyndadeild sem varðveitir mikið af myndum. Ljósmyndasafn Reykjavíkur hefur jafnframt tekið að sér að geyma ljósmyndir og varðveita. Og þau bæði söfn selja myndir. Nú sama öll héraðsskjalasöfn landið að þau varðveita og eru með sérstakar deildir fyrir ljósmyndir. Þannig að fólk hefur að nokkru leyti komið þessum menningarverðmætum til skila, þó svo að mætti kannski efla það á einhverjum einum staði að efla þetta með öðrum hætti. En mér langar til þess að spyrja þig lítið atriði. Þú tekur mikið af myndum. Er ekki forsenda fyrir því að nota þessar myndir að skrá myndirnar með einhverjum hætti? Jú, það er vissulega hægt að gera það og er sjálfsagt að gera það. Það eykst alveg óskaplega mikið verðmæti hvers ljósmyndasafn ef það er skráð að einhverju leyti og þá sérstaklega tímaskráð.
og það afskaplega mikilvægt að menn geri það. Mér það ljóst að það nú einlega borin von með nútíma tækni þar sem að menn fara og til dæmis fara í flugvél yfir Holurhraun og taka þar nokkur 100 myndir og þær eru síðan settar bara í allar saman og vistaðar í einhverju skrá og þetta verður á örskömmum tíma alveg óheyrlegt gagnamagn sem verður eiginlega óviðráðanlegt fyrir hvern mann. Það er nauðsynlegt að hver sá sem ætlar að láta myndirna nýtast, hann þarf að skrá hverja einustu mynd að einhvern veginn sem hann ætlar að láta nota. Hann verður að sortera þetta fyrst. Það er eiginlega ófært að það komi, hvað ætli sé búið að taka marga myndir af þessu gosi núna. Það er skilt alveg áreiðanlega milljónum. Og hvernig ætla menn að fara að finna nothæfa gripi í því safni? Það náttúrulega einstaka menn sem eru með skipulag á þessu, en ég verð að segja það sjálfur, ég hef nú alltaf tekið á filmu, þangað til að síðastliðnu ári, þá keypti ég mig stafræna myndavél og ég er hálfmunaðarlaus. Ég eiginlega veit ekki hvernig ég á að fara að þessu. Ég vissi alveg hvernig ég átti að skrá og vista filmusafnið mitt, en ég er í talsverðum vandræðum með stafræna. Þetta sem þú nefndir áðan með varðveislu á ljósmyndum hjá ljósmyndasafninu og þjóðminjasafninu, það er fyrst og fremst saga þjóðarinnar sem er vistuð á þessum stöðum og er ekkert endilega víst að saga landsins fari vel beinlínis í því samhengi, en það getur vel verið samt ef að það er tekið á því skipulega. Síðan sagðir að hér verður varðveitt að gerðstónamyndinar, eru þær á stafrænu formi, upprunalegu? Það eru fornleikja filmur og síðan prentfaðarleik. Já, en stafrænu gögnin eru, í sumum tilvikum, eru stafrænu gögnin farin forgörðum frá upprunaaðila. Ég heiti Guðmundur Guðjónsson, vinn hérna á Náttúrufræðistofnun í Gróðukortaker. Takk fyrir frábært erindi og þarft, Oddur. En það sem ég ætla að segja, við höfum verið að vinna hérna með að koma saman gróðukorti af hálendi Íslands og við höfum verið með gömul gögn, við höfum þurft að uppfæra þau, við höfum verið með gervitúlamyndir, loftmyndir og ef við höfum komist í svona skámyndir þá setja þær punktinn ofan á yfir. Það er svo mikið sem við getum lesið úr þessum myndum og ef svona myndir væru aðgengilegar þá erum við miklu betur sett og ennþá betur. Náttúrulega hinar myndirna gera sitt gagn en mér finnst alveg frábært að sjá svona myndir. Út úr þessari mynd til dæmis getum við lesið svo mikið, við höfum verið að endurskoða svolítið þetta svæði, akkurat sem myndin er á núna, við vorum á því í sumar, fórum þarna Það eru svona myndir sem að hjálpa okkur alveg rosalega mikið, bara takk fyrir. Já, ég vil gjarnan að þessar myndir séu aðgengilegar, altså mína myndir séu aðgengilegar öllum og ég hef raunar tekið skref í áttina að því að veita sem sagt opinberri stofnun, Veðurstofunni, aðgang eða varðveislu rétt á öllum þessum myndum sem að þá fyrst og fremst þær sem eru komnar á stafrænt form og þær munu væntanlega komast á það form fyrir áður en yfir líkur, meira eða minna allar nothæfar myndir. Ég hef líka, allar þessar myndir sem ég hef sýnt úr lofti eru til í þrívídd. Þannig að það er hægt að skoða þær og það eru talsverða viðbótar upplýsingar sem liggja í því að hafa þær í þrívídd. En ég sem sagt er búin að gera skrá yfir alla filmur sem ég á og þær eiga svona áður en yfir líkur að komast á það form að þær verði nothæfar til einhvers sem kann að vera hvort sem er gróðukortagerð eða almennt að skrá sögu landsins eða hvernig það er.
Það bara meiningin að svona söfn verði vistuð þar sem að þau nýtist almenningi. Ekki fleiri spurningar? Já, Baldur Þorvaldsson heiti ég og var nú starfsmaður hjá Vegagerðinni lengi og Vegagerðin nú sá aðili kannski ásamt Landsvirkjun sem að gera nú hvað mest svona rask innan gæsalappa sem að segja í landinu. Nú, í sambandi við þessar ljósmynda, að mynda landið, það komið fram hjá því Rótur að þetta eru þá loftmyndir en síðan eru til almenna ljósmyndir af landinu og ýmsu sem tengjast því í svona gömlum ljósmyndasöfnum og það getur oft leynst ansi merkilegar upplýsingar í því, bara gömlum ljósmyndum. Mér dettur nú í hug til dæmis ljósmyndir frá Kötlugosinu 1918 og afleiðingu þess það má finna í gömlum ljósmyndasöfnum einmitt svoleiðis. Það eru hjá Vegagerðinni sem dæmi. Það voru þarna 3 menn sérstaklega sem að mynduðu gríðarlega mikið frá fyrir tíð, kannski helst má nefna Geir Sóeka og hann myndaði bæði persónumyndir frá framkvæmdum og eins ýmislegt í landinu og ég hef nú verið að skoða þetta og það var gert allega því að reyna að skrá þetta og sannleikurinn sá að þessi söfn eru meira og minna að verða eiginlega ónýtt vegna þess að það svo lítið skráð eða það svo lítið sagt frá hvaða myndirnar eru. Oft veit enginn hvaðan það sér ekkert samhengi í þessu og ég held að sé eiginlega það mikilvægast af öllu að skrá skilmerkilega strax í upphafi það sem þarna verið að mynda og þarna sem sést og kannski númer 1 að hafa tíma eða dagsetningarnar á því. Það skiptir svo rosalega miklu. Það eins og menn sem að eru að taka þessar myndir halda að þetta verði alltaf bara fyrir þá en gerir sér ekki grein fyrir því að ef þetta ekki almennilega merkt, alveg sama hvaða myndir þetta eru, þá getur þetta bara orðið einskis virði í framtíðinu vegna sem menn átta sig ekki á þessu. Og ég hef séð eins og hjá til dæmis þjóðminjasafninu merkingarnar þær eru óskaplega lítils virði, það bara sagt þarna sést kannski bátur eða fjall eða eitthvað eða fólk og eitthvað, en það vantar svo miklu meiri upplýsingar hvaða staðsetningar á þessu og eitthvað samhengi við eitthvað annað og jafnvel öðnu gögn eða heimildi sem getur tengst þessu. Þannig að ég held að það sé raunverulega alveg gríðarlega mikið sem að við erum að missa frá okkur vegna þess hvað svo illa staðið að því að skrá þetta frá upphæðilegri hendi eins og reynda kom skilmerkilega fram hjá þér áðan. Ég þakka það fyrir það. Já, ég alveg sammála þessu að það höfuðnauðsyn að skrá myndir og upplýsingar hverja mynd. Geir Sóeka var mjög merkilegur maður og gerði sig grein fyrir að það þyrfti að væri mikið virði að taka ljósmyndir af bæði landi og mönnum og málefnum. Það kann að vanta á að hann hafi skráð upplýsingarnar sem að hefðu þurft að fylgja með. En ég alveg viss að hann var með þetta þennan þjóðþrifa hugsunarhátt að varðveita sögu með þessum myndum. Já, Þorvaldur Bragason heiti ég, starfa hjá Orkustofnun, var lengi áður hjá landmælingum og vann þá að ýmsu sem tengist loftmyndum og gervitólagögnum og mér langar til að þakka þér sérstaklega fyrir að vekja enn og aftur athygli á þessu mikilvæga máli sem varðveisla á ljósmyndum og landfræðilegum gögnum almennt. Það mjög mikilvægt að menntamálaráðuneytið taki ábyrgð á því að skipuleggja þessi mál í landinu. Það óstjórn á þessum málum í samfélaginu og það skiptir mjög miklu máli að það verði farið í það að búa til opinbera stefnu fyrir varðveislu landfræðilegra gagna. Og þetta í rauninni það sem þú ert að fara yfir hér, kjarnin í því sem að liggur þar að baki. Það þarf að setja upp stefnu, það sem þetta að stilla saman allar þessar stofnanir, öll þessi söfn og koma þessum málum í framkvæmd. Og það vel hægt að gera það, það þarf bara að stýra því frá þeim aðeila sem ber ábyrgð á málaflokkum. Takk.
Já, þetta svona mergurinn í því sem ég hefði viljað hafa. Við höfum enn nokkra mínútur, já. Ég heiti Guðni Einarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu. Mér langar til að spyrja þig Oddur út í þessar nýju aðgangstakmarkanir sem hafa verið settar varðandi Holurhraun, sem ég held að eigi sér ekki líka í Íslandssögunni. Það sem búið að takmarka mjög aðgengi til dæmis atvinnu ljósmyndara því að skrá þann atburð. Heldur að það sé til framdráttar þessari stefnu að skrá breytingar landsins? Nei, augljóslega það ekki í góðu samræmi við það. Sko, ég þekki nú ekki þessar reglur vel, en að því ég hef heyrt utan að mér þá eru þær furðustrangar og mér finnst eðlilegt að stjórnvöld reyna að koma í veg fyrir að það færi 1000 eða 100 manna eða 1000 jafnvel á staðinn þar sem að geta skapast hættur þar sem að erfitt að bjarga fólki í stórum stíl. En að hindra blaðamenn, ljósmyndara og þá sem að þurfa að skrá þessa sögu í að komast á staðinn, það finnst mér misráðið. Ég held að þetta myndi hlaupa af sér hornin þessar reglur, því að þær voru dálítið strangar til að byrja með og kannski ekki óeðlilegt við það að menn fari varlega á stað, en ég held í einfeldni minni að það væri bara, menn getur fengið heimild til þess að fara þarna svo sem blaðamenn og aðri slíkir. Það eru blaðamenn í stríðinu í Sýrlandi það ekki og í Úkraínu og það er að vísu mjög hættuleg starf og þeir fórna sumir lífi sínu þar. Ég vona að það sé ekki alveg að hættulegt að skrá það sem gerist í Holurhrauni. Ég ætla nú að fá að segja örfá orð í viðbót vegna þess að með mér vinnur hérna maður sem að Sigurður Guðjónsson. Hann er sonur Einars Guðjónsson, ferðafrömuðar sem var og dó fyrir aldur fram, en hann hafði tekið mikið af myndum á sínum ferðalögum og mikið af þeim ofan af fjöllum, svona yfirlitsmyndir, og hérna niðri hjá okkur í hillu hjá Sigurði, hann er í fríi núna, þar eru 4000 myndir, slædsmyndir teknar að stórum hluta á milli 50 og 60. Og það eru ómetanlegar og við erum búin að finna fyrir því núna síðustu vikurnar, við höfum verið að vinna skýrslu varðandi landmannalögar og við höfum séð svo miklar gróðurfarsbreytingar, ég er að hugsa gróðurfarið, aðrir er að hugsa jarðfræðina, að þetta er ómetanlegt, en þetta liggur hálfpartinn í reiðileysi, það er alveg sama og þú hefur verið að tala það vantar eitthvað sem tekur svona að sér, heldur utan það og skráir það. En þessar myndir eru mjög vel skráðar, ártalið og hvaðan þær eru teknar, það er alveg fullkomin skráning. Það er eiginlega lykilatriði í að gera hverja mynd verðmæta er að maður viti hvenær hún var tekin. Það er fyrsta atriði sem þarf að skrá. Allar upplýsingar auðvitað til gagns, en það er mikilvægast finnst mér og það er náttúrulega einhvern veginn þessi söguhugsun sem að hefur nú verið rík í Íslendingum alveg frá öndverðu. Sagði ekki Saxi fróði að ef að menn vildu fá að vita eitthvað frekar konungaættir Evrópu þá þyrftu að fara til Íslands. Hvað getur þú sagt mér höfundarétt á ljósmyndum eins og þessum? Það er svolítið borið á því að jafnvel starfsmenn ríkisins þegar þeir hverfa af vettvangi úr sínum störfum þá taka þeir með sér sínar ljósmyndir eins og þeirra einkaeign. Hefur þú skoðað þessi mál, hvernig þessi höfundaréttur, sendaréttur, umráðaréttur ríkisstofnana hangir saman? Ég hef ekki skoðað þetta hvorki vel né mikið. Ég hef aðeins heyrt af þessu utan að mér, en alls ekki reynt að kynna mér það.
Ég skil það vel og það skilgreint í lögum, gerir ég ráð fyrir, réttur ljósmyndara og hann talsvert ríkur að því ég hef heyrt. En sjálfur vil ég bara að þessar myndir nýtist, bara í almannaþágu. Og þess vegna vil ég að mínar myndir séu til dæmis hjá einhverri stofnun, ríkisstofnun, sem hefur burði til þess að varðveita þær og miðla þeim. Já, ég vil byrja að þakka Oddi fyrir mjög gott erindi. Ég heiti Guðrún Pálsdóttir og vinn á Veðurstofu Íslands, er svo heppin að vera samstarfskona Odds. Og ég hef skráð töluvert af myndum, meðal annars myndir Odds. Og ég geti sagt ykkur það að þegar að fór að gjósa í Eyjafjallajökli, þá var ég alltaf duglega skráð. Það er til hátt í 900 eða milli 900 og 1000 myndir af því eldgosi. En ég hef verið mjög hvað maður að segja, gagnrýnni þegar ég byrjaði að skrá myndir frá Holurhrauni. Hver aðili sem fer í flug, hann skila af sér svona 100, 200 eða 300 myndum og ég hef kannski tekið 10 myndir og skráð í myndasafnið. Og ég reyni að skrá þetta mjög ítarlega. Stafrænar myndir eru þannig að það er bæði dagur og tími á þeim, þannig að það er auðvelt að skrá það. En ég hef valið það eru komin 220 myndir sem ég hef skráð frá Holurhrauni. En ég held varðandi rétthafa, rétt ljósmyndara, þá er hann mjög sterkur. Og ég hef reynt að skrá alltaf nöfn ljósmyndara, en við höfum samið við starfsmenn Veðurstofunnar að Veðurstofan fái réttindin en ljósmyndara sé ávallt getið. Og það er lykilatriði, eins og ég segi, að skrá myndir ítarlega og gefa þeim til dæmis efnisorð. Allar myndir frá Holurhrauni, það er hægt að finna í myndasafni Veðurstofunnar með því að bara slá inn orðið Holurhraun. Þannig að það er ákaflega mikilvægt að vanda skráningu á myndum. Takk fyrir. Er einhver sem vil koma eina stutta í lokin? Ef ekki, þá þakka ég Oddi aftur kærlega fyrir. Já, þakka fyrir mig. Ég vil bara vekja athygli á því að eftir 2 vikur þá verður afturhafnaþing Ute Stenkevics doktorsnemi sem er hér hjá okkur. Ætlar að fjalla rannsóknir sínar á rjúpunni, sníkjudýrasýkingar, líkamsástand og stofnbreytingar. Við höfum verið að prófa okkur áfram með þennan breytta tíma og vera á morgnana í staðinn fyrir síðdegis. Þetta er svona aðeins í skoðun. Það gæti verið að við breytum þessu aftur tilbaka, en við látum það koma skýrt fram í póstum og auglýsingum frá okkur. En þakka ykkur fyrir komuna og takk. Takk fyrir.